Það eru mótíf úr listasögunni, sögunni, svo þetta fundnir hlutir úr kannski góða hirðinum eða fundnar myndir af Instagram. Sumar myndirnar koma mér að sjá úr eigin lífi. Ég tek hluti sem eru svona myndir af fyndnum sætum köttum og tek það út úr internetsamhenginu og út af tölvuskjánum þar sem við erum vön að sjá þau. Og svo verða þau til í þessu öðru formi sem skúlptúr. Og ég vinn nær eingöngu í pappamassa sem þýðir að efnið er mjög ódýrt og líka kannski umhverfisvænn. Og það sem ég kann líka við þetta efni er að það er frekar svona klunnalegt og tekur svolítið völdin úr mínum höndum. Þannig að áferðin verður svona smá óþægileg. Svo finnst mér líka áhugavert að beina sjónum að upplýsingum sem okkur finnst kannski ekki merkilegar og einhvern veginn reyna að tjáð ofgnótt upplýsinga sem maður upplifir oft á þegar maður vafrar internetið. Og það er einhvers konar ósýnilegur vefur sem vefur sig í kringum allskyns flóknar hugmyndir, feminisma, heimsvaldastefnu Breta, til dæmis rasisma, ofbeldi í raun og veru, ef maður vill leita eftir því. En það er hægt að lesa sýninguna á svo margan mismunandi hátt og það fer bara rosalega eftir því hvernig maður gengur inn í hana, hvernig maður kýs að túlka hana og taka hana inn.